Já, ég að lesa hérna frétt á Samstöðinni þar sem að segir í fyrirsögn Brynjar burt með fjölmiðlastyrki og það segir Brynjar Níelsson líklegur borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í borginni vill afnema fjölmiðlastyrki ef hann snýr aftur í stjórnmál og lækka opinber framlög til stjórnmálaflokka og ég hringdi í Brynjar og bauð honum að koma hérna og ræða aðeins máli við mig og hann svaraði því kalli eins og hann vanur. Vertu velkominn, Brynjar. Takk fyrir. Ég ætlaði að reyna að fá fulltrúa frá Blaðamannafélaginu sem að hafa barist mjög fyrir þessum fjölmiðlastyrkjum og láta eins og að þeir séu alfa og omega allra fjölmiðlunar í landinu. En það var alveg sama hvaða tíma ég stakk upp á. Það gekk ekkert að fá einhvern til þess að rífast við þannig að ég verði sennilega bara að reyna það. Hvernig líst þér á það? Ég líst bara vel á það. Þú kannt alveg að rífast. Já, og þú líka. Já. Sko, af hverju viltu afnema fjölmiðlastyrki sem sumir fjölmiðlar hafa sagt að sé svona lífæð þeirra til að starfa? Sko, það er auðvitað ekkert markmið sjálfur sér, sko, ég vil auðvitað hafa frjálsa fjölmiðla. En ég vil hafa umhverfið þannig að þeir geti starfað án þess að þeir séu háðir styrkjum úr ríkissjóði. Það verður ekki gert með að breyta RÚV. Já. Ef við hugsa tilbaka, sko, þú ert sennilega í menntaskóla eða það byrja að klára menntaskóla þegar afnám einkaréttar RÚV á hljómsveikamýrum. Ég var að klára háskóla, sko. Og við erum samt tiltölu ungi menn. Þegar það er búið að gera afnema einkaréttin og þetta er orðið samkeppnisumhverfi. Já, bylgjan brýtur sér leið og... Já, þetta er orðið samkeppnisumhverfi. Það getur ekki haft RÚV bara óbreytt þannig að það tekur bara sína milljarða úr ríkissjóði. Það þýðir bara það að þú jafnt og þétt drepur litlu frjálsu miðlana. Og til þess að halda þeim á lífi, þá förum við í þá vegferð að greiða þeim líka á ríkissjóði, bara svo þið lifi, sko. Það er ekki mikið meira. Svo þið lifi, en áfram er bara alltaf RÚV óháð öllu og gerir bara sitt og er alls ráðandi. Já. Þetta er vandamálið. Ég er ekki viss sem ég myndi bara taka ákvörðum það að kemist áhrif það. Ég myndi bara segja, ég ætla bara að drepa alla einkamiðlana og hafa bara RÚV óbreytt. Nei. Það er ekki hægt heldur. Nei. Hvernig hefðir þú viljað sjá RÚV þróast eftir þessa breytingu sem þú nefnir þarna, sko við heldum kannski eitthvað myndi breytast með því OHF-aða undir stjórn Þorgerðar Katrínar en það stendur svolítið eftir að RÚV er bæði með belti og axlabönd. Það er bæði, það hegða sér sumpart svolítið eins og einkaklúbbur á sama tíma og það nýtur þessar gríðarlegu forgjafar, heildar tekjur RÚV eru sjást nálgast 10 milljarða á ári eða eitthvað svoleiðis. Hvernig myndirðu vilja sjá þetta kerfi? Nei, ég hef sagt að þetta er bara svo einkafirma. Bara einkafirma starfsmanna í raun og veru. Þú upplifir það þannig? Ég upplifir það þannig og það sem ég hef viljað sjá það þróast, ég segi við getum ekki haft RÚV í óbreyttu umhverfi, óbreyttu hlutverki þegar við erum komin í það sem varða samkeppni milli miðlana. Þú getur alltaf staðið í samkeppni við miðil sem bara gengur af einhverju 6,1 miljónum bara tæpum 7 miljón beint úr ríkissjóði, er það allsráðandi varðandi auglýsingatekjur og sagt ég, svona er bara samkeppnin. Ég meina, við erum mjög upptekin að því sjálf alltaf samkeppnis eitthvað gildi, sko, það má ekki gera afnema hluta af í búrlögunum framleiðsluna. Þá var að rísa menn upp á afturfæturna, það er bara brot á samkeppnisreglum og ekki í stíl við það. En þegar kemur að fjölmiðlamarkaði, þá er þetta allt í lagi. Nei, ég hef bara sagt, sko RÚV hefur auðvitað lifað með okkur svo lengi, alla tíð. Ég ætla að sagt, sko, það eru kannski, ég má segja að sé hluti af starfsemi RÚV sem er ekki í samkeppnisrekstri sem við getum kallað svona menningarlegt efni. Ef við myndum bara strax breyta því og segja bara, ok, þið getið haft einhverja
segjum svo, einhverja fréttastofu og gufuna sem getur kannski kostað 2 milljarða á árið eða eitthvað. Já. Og þannig að þá myndur þú jafna leikinn. Já. Helst vildi bara segja bara ok, sko ríkisrekstur í samkeppnisumhverfi á bara að vera liðin tíð og sem að fjölmiðlar ekki. Þegar ég elst upp þá ennþá hér ferðaskrifstofa ríkisins, síldar vestur ríkisins, náttúrulega ÁTVFRN og og það var svona viðtæki og allt saman talandi af því að minn farsæli leiðtogi lést í gær. Já, Davíð Oddsson. Davíð Oddsson, hann tók þetta meira og meina út, hann ríkisrekstur það sem var samkeppni. Og ég held að við þurfum bara að athuga það núna í breyttu umhverfi, hvernig heimurinn og hvernig tæknin virkilega þannig að við þurfum ríkismiðil í ljósvakanum með hlýsum allir sem að gerast bara í umhverfinu. Ég get sagt, menn sögðu lengi vel, þetta öryggishlutverk og þetta menningarhlutverk. Ég held að menn tala ekki lengur öryggishlutverkið, en menn geta að tala aðeins menningarhlutverkið. Og ég hefði verið að sjá bara, stöð eins og ykkar og fleiri stöð. Við styrkjum bara menningarefni frá ykkur. Framleiðið þið það bara. Hvað með tillöguna sem komið hefur fram að þú ráðir hvert tíundin fer afnótagjaldið og getur styrt útvarpssögu samstöðuna eða hvað sem þeir myndir líka? Já, það getur, ég hef ekki hugsað út í það. Við þurfum auðvitað fjölmiðla, við þurfum frjálsa fjölmiðla. Ég ekki að reyna að kröfu að þeim ekki vera í einhverju pólitík sem andstæð minni. Verið bara í því fjölmiðlum sem þið viljið. En ég á það allavega ekki að þurfa að fjármagna ef ég ósáttur við það. Og ég segi við verðum allavega að byrja á því bara aðeins að fá að taka umræðan þetta. Það er ekki fengist til þess að alþengi þegar ég var menn og að reyna að koma með þessu upp. Maður fann það bara, meirihlutin vildi bara óbreytt ástand. Já. En það hefur komið baki okkur með frjálsa fjölmiðla og nú þurfum við að fjármagna þá líka. Já, sko maður sér veikleikan í umræðunni og í kerfinu sem við búum við að ef þú byrjar að tala gegn svona fjárfrekur rúf sem allstaðar einmitt að þvælast og bara mjög stór spurning hvort vefur rúf bara allan orðin eitthvert glænýtt ritstjórnar fyrirbæri sem í harri samkeppni við einkamiðlana. Ef þú byrjar að taka þessa umræðu þá oft viðbragðið gagnrýni á rúf árás á rúf. Og til dæmis fyrir ykkur stjórnmálamenn sem byrjar að tala svona þá gæti verið svona undirliggjandi að þið farið að hugsa kannski munu þeir ekki tala við mig núna, kannski munu þeir halla máli meðvitað eða ómeðvitað þegar kemur einhver snerra og svo framvegis. Þetta ekki raunveruleg hluti vandans? Jú, þetta stór hluti vandans. Ekki bara fyrir einhverja stjórnmálamenn. Þú getur hugsað bara dagskrárgerðarmenn, kvikmyndagerðarmenn, listamenn. Fjölmiðlar auðvitað verða að þola gagnrýni eins og aðrir. Því þetta bara eins og stjórnmálamenn. En vandamálið að þú getur kosið stjórnmálamann í burtu, en þú getur ekki ráðið við neitt, rúf alltaf þarna. Og ef þeir eru ráðandi kringu svona, þetta óveðlegt umhverfi, Björn. Að gagnrýni getur bara kallað það að þessi listamaður á ekki möguleika að koma neinu efnið þar inn og svo framvegis. Þannig að ekki það að ég sé ætla mönnum eitthvað mismunandi valsitt, þetta bara gerist. Meðvitað eða ómeðvitað. Meðvitað eða ómeðvitað og þess vegna ég að segja, þetta umhverfi óþægilegt. Þó ég sé meira og minna ósammála því sem menn að segja og predikar á samstöðunni. Að þá vil ég miklu frekar hafa slíkt sem einhver bara frjálsur fjölmiðill, sem einhverju styðja og einhverju sammála og gott og vel hugsanlega ef við getum þá losað rúf og þá getum við sett einhvern pening í svona frjálsar stöðar. Þannig að þið gætu lifað að jafnvel blómstrað.
og þó ég sé ekki sammála við ykkur, þá þetta margt gott efni hjá okkur, þegar þetta taki menn með sikkur sjónarmiðin og þið gæti svolítið að því þó ég veit alveg hvernig hugsunin og hvað markmið. Bara besta lagi, bara fín lagi mín vegna, sko. Ég heldur að þú sést að ótúlka, sko, þegar þú setur okkur sem erum að starfa öll undir sama hatt. Ég heldur séum hér á ólíkum forsendum. Já, það má vel vera, en ég veit alveg hvernig tónnin skilur. Ég skynja það og menn segja það bara beinlínis eftir Við tölum ekki rödd þeirra sterkustu og auðugustu. Alls ekki. Það eiginlega eina línan sem ég hef Já. En gott og vel, þetta allt í lagi, ég að segja það. Þið með hafa þessa stöð. En það breytir ekki, þið oft með marga bara góða þætti sem alveg umræða. Já, en það eru náttúrulega með alveg gríðarlega hlustun og áhorf sem sumpart bendir til þess að allt og margir landsmenn telji sig ekki fá það efni hjá Ríkisútvarpinu sem að menn myndu vilja leita eftir. Nei, ég bara segja þetta óeld umhverfi mínu viti. Og því að einkarétturinn er afnuminn, þá gengur þetta ekki svona. Nei. En þetta sem hún nefnir, sko, að ef þeir eru ekki búið í partíið og RÚV, þá eru svona einhverja líkur á það endir á köldum klaka og fáir ekki athygli sem listamaður eða eitthvað og þetta er svona hringekja, sko, maður hefur tekið eftir það hefur orðið til hefð þar sem að fólk með svona sambærilegar skoðanir, það er alltaf að heimsækja hvert annað, þau eru kannski sjálf dagskrárgerðarmennir aðalgestir hjá öðrum dagskrárgerðarmennum og svona. Það virka á mig sem fjölskyldustemning svolítið. Svolítið fjölskyldustemning og maður spyr sér, hver er leiðin til þess að breyta þessu? Af því að forgjöfin er allir þessi milljarðar, gagnrýni á RÚV er árás á RÚV, ef þú túlkuð, ef þú talar að minnka fjárframlögin, þá kemur alltaf einhver söngur það að himinn og jörð farist og sko, hvernig í raun sérðu að hægt væri að breyta þessu vegna þess að við getum talað hugmyndir, þú getur sagt mér að þér finnst hæfilegt að RÚV fengi 2 milljarða bara fyrir menningu og fréttastofun og ég er enda, sko, við erum kannski ósammála þar að ég held að almannaútvarpið verði að starfrækja öfluga sjálfstæða fréttastofu. Ég held að almannaútvarpið sem er bestu, sko, bjargirnar til þess að reka öfluga fréttastofu. Ég myndi hafa þá hlið við hlið Andrés Magnason eða Stefán Einar og Gunnar Smára, sko. Ég myndi hafa þá báða í ritstjórninni, svo myndi ég bara leyfa fólki að vega og meta afurðirnar, en ef þú skilur hvað ég á við. Já. En hvernig sérðu það raungerast, sko, eitt er hlutverk Ríkisútvarpsins og annað er hvernig það er framkvæmt og hvernig starfsmennir framkvæma það. En hvernig sæirðu fyrir þér að við getum minnkað umfang Ríkisútvarpsins, náð sátt það að minnka umfang Ríkisútvarpsins niður í menningar og sjálfstætt fréttastofu hlutverk öflugt? Já, sko, ég er auðvitað bara þannig að mennur svolítið uppvegna að þeir verður eitthvað almanna útvarp eitthvað á vegu ríkisins, sko. Ég er ekkert viss það í nútíma samfélagi það þurfi. En ég veit að næst ekki samstæða það. Og þá segi ég, það kann að vera einhver millivegur í þessu. Og ef við erum sammála að við getum kannski nálgast að vera sammála að við viljum íslensk menning og menningararfleifð sé gerð skil og svo framvegis og einhver tækifæri fyrir íslenska listamenn að koma einhver á framfæri. Þá get ég sagt, ég er tilbúin að borga eitthvað á ríkissjóð fyrir það. Við erum að gera það í alls konar það sem við teljum okkur fá eitthvað endurgjald. Þegar ég er að ráðstafa skattfé annara, þá verð ég að fá eitthvað fyrir það. Þá ekki bara styðja einhverja pólitíska hugmyndafræði eitthvað, ég fá eitthvað fyrir það. Og þá sér maður þetta fyrir sér að hægt sé einhvern veginn að afmarka þetta við það að hafa einhverja öfluga fréttastofu, við getum sagt það. Og við getum sagt það að einhvers konar dagskrárgerð sem tengist menningu og þjóðarinnar og jafnvel einhverju listum. En ég hefði helst vilja bara útvista því, skilur, til frjálsastöða. Þið getið fengið, við styrkjum okkur að framleiða slíkt efni í staðan fyrir að það sé okkur fullt af ríkisstarfsmenn eftirlit að gera það. Það þarf enga ríkisstarfsmenn í þetta, sko. En það þyrfti ný frumvörp sem myndi
Já, það er að bylta þessu og ég segi alltaf... Þú ert á leiðinni í borgarstjórn líkindum en þú myndi ekki leggja fram lagafrumvarp á Alþingi sem borgarfulltrúi. Sko, menn verða bara að byrja á því Alþingi að ræða saman, getur við náð einhverju milli ef við ætlum að láta þessa einkamiðla lifa og á þess að vera bara með alla fjölmiðla hérna á ríkisjötunni, þá þurfum við að ræða saman. Við þurfum að komast einhverju niðurstu, er hægt að breyta þessu hlutverki eitthvað. Ég er auðvitað bara þeirra skoðana. Ég bara treysti einstaklingum eins og ykkur svona. Þið eru alveg jafn gott almann út af fyrir mér, sko. Og þið getið bara gert þetta, sko. Og svo styrki bara ykkur í einhver menningaframleiðslu á efni. Það er mín sjónarmið í þessu, sko. En ég gerir alveg grein fyrir pólitísku veruleika í þessu. Já. Og þá segi ég, byrjum á að ræða nú eitthvað saman. Getum við einhvern veginn afmarka þetta? Hvernig getum við tryggt það að frjálsir fjölmiðlar eigi þú bara einhvern möguleika á að lifa án ríkisstyrks? Þú heyrir til dæmis hvað ritstjóri og eigandi Fréttablaðsins sagði þegar það fjall. Þeir hjóluðu beint í Ríkisútvarpið og kendu Ríkisútvarpinu bara að mjög miklu leyti það að svona hefði farið. Og en svo kom alltaf þessi rök RÚV megin að ef ekki væri auglýst í Ríkisútvarpinu eins mikið eins og það væri þá myndi allt auglýsingafé leita á landi og núna það meira en önnur hver króna innan lands hér sem að fer til alþjóðlegra efnisveitna og svona en sko þetta samt svo mikil hundalógík þú veist ekki hvernig auglýsingar munu dreifast fyrr en þú hefur breytt landslæginu, ekki satt? Nákvæmlega. Þú veist það ekki, ég meina, og menn bara ákveða þetta. Ég sé bara fyrir mér auðvitað bara að þessi ljósvakamiðlar, þeir geti bara verið í áskrift, þeir geta keppt, en svo og þá auðvitað bara, sko, allan fyrir mína kynslu. Ég er ekki að fylgjast með einhverjum auglýsingum á netinu. Ég fer bara að vísa inn á mína Facebook-síðu og skrifa eitthvað, svo ég ekkert meira þar, sko, og les kannski fjölmiðlana bara, venjulega íslensku fjölmiðlana. Ég held bara að Íslendingar séu bara flestir þannig að þeir vilja bara, við talum ekki eða þeir svona finnst einhver fjölmiðl góður, þá bara vilja styðja hann. Og ég bara vonast til þess að þetta hugafar breytist að við sem bara ekki svona föst í því að því að RÚV hefur alltaf verið til og alla okkar ævi að einhvern veginn allt farið til andskotans ef hlutverkið þessi breytt eða jafnvel bara lagt af eða getur það bara verið sjálfstætt félag á sömu forsendum og önnur aðri miðlar. Svo annað sem ég hef bent á að RÚV var náttúrulega tók enga sensa, var mjög varfærið með mjög íhaldssama fréttastefnu og var ekki alltaf skúbb og svona. En svona seinni tíð þá eins og það hefur orðið ákveðin hliðrun og það eins og RÚV átti sig ekki alltaf á því hvort það skúbbgraður enkamiðill sem að þarf að vera á undan öðrum með eitthvað hneyksli eða fyrir hvað stofnunin stendur. Þannig að við stöndum uppi með einhvern veruleika, einhverja stofnun sem hálf einhvern veginn í enkamiðla umhverfinu og kannski hálf í gamla hlutverkinu. Þetta svo sem ekki til þess að auka sátt RÚV. Nei, sko, við höfum náð að vísu með miklum látum að afnema ýmis einkarekstur ríkisins. Eða rekstur ríkisins skekki alltaf samkeppni síðustu 35 árum má segja. Við náðum ýmislum árangri í því. En það eru hverja 2 stofnanir sem einhvern veginn heilagar en aðrar í íslensku samfélagi sem gengur illa að ráða við. Eða ná yfirhöfuð einhverju breytingum. Það RÚV og það ÁTVR. Og þetta einhvern veginn svo tilfinningatengt virðist vera. Já. Að fólk bara ítir sko veruleikanum og nútímanum bara frá sér. Nei, ég ætla að hafa mitt RÚV. En ég ekki sagt það, ég alveg viss það, hvort sem það ÁTVR eða RÚV. Ef við tækjum bara ákvörðuna, leiðum það niður, breytum fyrirkomulæginu, eftir nokkra mánuð myndi enginn vera að hugsa þetta lengur. Held ég. En það hefði vissu afleiðingar. Þegar ég fekk vinnu á RÚV, þá þurfti ég að fara gegnum umsögn útvarpsráðs sem var pólitískt skipuð. Já. Og
ég hefði verið sakaður það að vera aðeins svo mikið til vinstri sem fréttastjóri á Tímanum degi Tímanum en það voru hægri mennir, það voru framsóknarmennir og sjálfstæðismenn í útvarpsráði sem greiddu atkvæði af því að þeim fannst bara faglega að ég væri hæfastur umsækjenda og ég fór að vinna þarna sem fréttamaður núna er engin hérna það er ekkert útvarpsráð lengur, það er einhver stjórn sem Stefán Jón Hafstein skipar. Ég veit ekki til hvers sko. Nei, ekki hlutverk stjórnar RÚV svolítið óljóst. Ég hef aldrei átt að með því. Það getur vel verið að sé eitthvað neði ljóst. Kannski ég er bara svona tregur, ég átt að mikið á því, ég veit ekki til hvers mér finnst það bara peningaðisla. Þetta er hlutafélag, þá þarf að vera einhver stjórn. En gott og vel, sko, ég bara skil ekki þetta fyrirkomulag og ég bara sérstaklega það fram í sækir, Björn, þá óttæst ég bara það að þetta muni bara skaða fjölmiðla umhverfið meira heldur en orðið er. Þetta er náttúrulega að einhverju leyti búið að stórskaða sko. Meira en orðið er, segi ég. Já, þessi yfirburðastaða ef þetta var í einhverju annarri samkeppnisgrein eða sem er frjáls samkeppni þá væri allir búin að rísa upp afturfættunar. Allir. Og þótt menn bölvi gamla Tímanum þegar pólitískt skipað útvarpsráð hafði með það að segja hverjir eru þau ráðnir þá má líka bölva samtímanum því að núna er kannski bara geðþótti millistjórnenda og stjórnenda þarna sem ræður ráðningarstefnu, ræður hverja þeir vilja hafa með sér í hjörðinni og svona það er ekkert að útiloka það að sko hvað maður segja, miðill eins og Ríkisútvarpið hann gangi aðeins úr hlutverki sínu og hlutleysis hlutverki fari einmitt inn í þessa klúbastemningu með núlítandi fyrirkomulegi ekkert síður en gamla fyrirkomulegi var ekki fullkomið. Nei, það er miklu meiri líkur að geðþótta af því að þú þarft aldrei að standa skil fyrir gagnvart neinum. Þú ert bara einhver sjálfstæð stofnun, fæla alltaf þína milljarða, skiptir einhver máli hvað gerir. Öll gagnrýni skiptir bara einhver máli. Þess að þú ert alltaf þarna og alltaf með þína peninga og enginn getur gert þig ábyrga fyrir neinu. Já. Þetta er óeðlilegt umhverfi og þætti það í öllu öðru. Já. En menn eru samt algjörlega fastir í þessu og hvað þýðir þetta? Ég meina, ef ég er ég er nú stundum gagnrýninn fjölmiðla og ef ég væri að reka sjálfur fjölmiðl, einhvern einkamiðl, að þá var ég ekki að hugsa það hvaða pólitísku skoðanir einhverju einstakir fréttamenn hefðu. Kunnaðir þetta? Getaði skrifa texta? Getaði komið þessu frá sér? Það myndi skipta mér máli. Og getur bara yfir að skrifa íslensku sem er nú orðið mjög takmarkað sko. Þannig en þarna geta það bara gert í raun og veru hvað sem er. Já, sko, þú þarf líka það er mikill kostur að búa yfir einhvers konar reynsluheimi og greina inntak og kjarna í málum og að hafa minni og svona Það er menningarverðmætt inni í RÚV sko. Já, menningarhlutin er náttúrulega bara ríkisvaldi á það og getur það bara dreift því og veitt aðgang á því en ég meina þetta er þetta rótgróin menningarstofnun ég er ekki að segja það en það er bara breytt í tímar í dag fyrst mér. Já, sko það eru margar spurningar í þessu. Ég þarf líka að ræða við þig eitt að ef við myndum taka taka fjölmiðlastyrkina af einkareknu fjölmiðlunum. Já, í óbreyttu umhverfi. Í óbreyttu umhverfi. Það þýðir ekkert. Nei, það þýðir ekkert. Nei. Það er ágætt að vera sammála það vegna þess að þá myndu náttúrulega bara þeir eini lífa sem að það bara þá sýndu kannski upp með 2 fjölmiðla, Ríkið og Árvakur hugsanlega. Já. Nei, ég meina í þessu umhverfi gengur það ekki. Nei, það gengur ekki. Þannig að þú ert ekki að tala fyrir því sem sagt eins og kannski hefði mátt skilja af Nei, þegar ég tala útgjöld til fjölmiðla þá er það líka 7 milljarðar til RÚV sko. Já, akkurat. En sumir fjölmiðlar hér á landi virðast ekki þrífast án þessara styrkja. Það er alveg ljóst. Og sama tíma þá liggur alveg fyrir að það er skekkja í því að einn tiltekinn ráðherra útdeili þessum styrkjum úr einum tilteknum stjórnmálaflokki. Já, það er líka mjög sérstakt. Það er náttúrulega alveg bara fáránleg stað. Þetta er hefur allt svona geðþótta brag á sér. Já. Og sem er ekki gott.
eða bara ítur undir líkunar á að viðkomandi ráðherra fái silki meðferð hjá þeim fjölmiðlum sem eiga allt undir persónulegum ákvörðun ráðherrans. Já. Ekki satt? Jú, það bara mannlegur eiginleikar. Ég minna að þetta ekki gott. Nei. Það bara einfaldlega ekki gott og ég, veist, og menn segja, ok, það verður ekkert kerfi fullkomið, við verðum að hafa eitthvað, má vel vera, en einhvern veginn finnst mér þetta ógegnsagt og tilviljunarkennt og hefur geðþóttar yfirbragði yfir sér allt saman. Og mér finnst það óþægilegt og mér myndi finnast það mjög óþægilegt að ég vera ráðherra sjálfur að vera bara í þeirri stöðu. Ég nú bara þannig skapið farin allur svona geðþótti fyrir ill í mig. Já. Ég vil hafa einhverjar skýra reglur því sérstaklega þegar ég að deila gæðum sem sko Jó og Gunna að skaffa sko. Já. En mér heyrist við þá vera að tala RÚV frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar þá gerirðu mjög stórar athugasemdir við allt þetta fé og hvað Ríkisútvarpið allt líkjandi í bullandi samkeppnisrekstri við alla einkamiðlana út allt. Stundum til þess eins að framleiða bara fyrirgefðu hundlélega þætti, þátt eftir þátt. Já, meðan aðrir þættir eru kannski alveg frábærir. Það svona og þannig væri getur gett eitthvað góða þetta. En það semst annars vegar þetta með hérna miklu forgi og svo stjórnunar vandi eða sem sagt það er staða Ríkisútvarpsins í því umhverfi sem hún að eins og þú ert að segja, það ekki aðhald. Nei, það verður aldrei aðhald þú ert með svona fyrirkomulag. Þú getur gert það nána bara það sem sýnist og svo bara sagt, heyrðu, það er bara halla á sig við þurfum meiri pening. Hver myndi sjá aðhaldið ef við myndum minnka RÚV niður í 2 milljarða bara fréttastofu og menningarhlutverk? Í hverju myndi aðhaldið þá felast í því nýja kerfi? Hver myndi sína? Nei, ég myndi bara segja þá er þið bara á fjárlögum fengi stofnunin, breytt stofnun, 2 milljarða. Já. Og þeir bara geta rekið á því. Já, en eins og hvað var það ráðningarstefnu til að koma í veg fyrir einkaklúbs. Já, það er þetta vandið þú ert með svona stofnanir. Sem, veist, ég meina... Áður var það þannig að ríkisstofnanir þurftu að rökstyðja ráðningar og sá sem sóttu og ekki fékk, hann gat bara leita til dómstóla og það eitt út fyrir sig tryði náttúrulega ákveðna fagmennsku, hvað var þar ráðningar? Nú er þetta ekki lengur þarna. Nei, hvernig er þetta? Þú bara hringir í Jóa vindinn, sko. Viltu ekki vera hérna með þátt á RÚV? Hvern laugardagsmorgun og hvern sunnudagsmorgun og svo annað með þátt á einhverju öðrum tíma. Svo þetta átt einhver bara reikningsviðskipti. Það að segja, einhvers konar sjálfstæði verktakar. Þetta er allt bara handpikkað. Já. Ég held það meir og minna. Það er ekki til heyrðu, við ætlum að fá einhvern góðan dagskrárgerðarmann til að vera hérna með þátt í hverju viku eða 2 þætti. Hverju vilja, hverju sækjum. Það gerist ekki þannig, sko. Nei. Sumpart dettur mann í huga gamla kerfið fyrir OHF þegar þurfti að rökstyðja ráðningar. Og fréttamannapróf fóru fram. Ég tók nýþungt fréttamannapróf einhvern tímann á síðustu öld eða eitthvað. Þá var þetta stofnun, sko, ríkisstofnun. Já. En það liggur svona við að maður spyrja sig hvort það hefur verið betri tími. Já, ég er líka veltið fyrir mér. En sko, ég sé enga þörf á að Ríkisútvarp sé eitthvað OHF, sko. Ég get ekki skilið það með Landsvirkjun eða eitthvað slík fyrirtæki. En sem og bankar sem bara gilda bara almenn reglur. Ríkið bara hluthafi, sko. Gilda bara almenn reglur. En þessi stofnun er algjörlega sérstök. Og ég er ekki alveg átt að með akkur það er. Nei. Og einhvern veginn geta menn bara algjörlega komast upp með það að bera ekki nokkra ábyrgð og nokkru sköpuðu hlut. Menn hafa verið skammaði fyrir frá einhverjum hvort sem er umboðsmaður eða jafnvel bara dómstólar. Þetta er bara ólögmætt. Það gerist ekki neitt, sko. Nei. Menn bara halda áfram, gera sem þeim sýnist og komast bara upp með það. En greiðir Reykjavíkurborg einhverja styrki til fjölmiðlana? Ég bara veit það ekki. Ég er bara ekki komið það vel inn í þetta.
Ég efast það, þeir gerir það, en hérna... Er þá ekki bara loddara bragur á þessu? Þá ertu að segja, komist ég til valda sem borgarfulltrúi, þá... Nei, ég var ekki að tala um þessi borgarfulltrúi, ef ég kem aftur í stjórnmáli. Já, meinar inn á þing? Já. Ertu kannski líka á leiðinni? Nei, ég er varaþingmaður, sko. Já, þú ert varaþingmaður. Þetta hefur ekki með borgin að gera. Ég segi ef ég á afturkvæmt í stjórnmáli. Já, það var áður en ég lá fyrir að ég er í Kallar ekki borgarstjórnarmálin stjórnmál? Jú, en það er... Jú, en ég var ekki að tala um það þarna. Nei, þú varst að vegna tala þess að það lá nú ekki fyrir að ég var í framboði því ég skrifaði þetta. Já. Þó menn hefðu grunum það gæti orðið. Já. Ég segi ef ég á afturkvæmt í stjórnmálin, að þá verður þetta mitt fyrsta verk. Þetta hefur ekki með borgarstjórnin að gera í sjálfu sér. Það er bara... Ég horfi á það bara sem kjörnir fulltrúar til að sjá og framkvæma lögbundið hlutverk sveitarfélaga og einblína á það. Mér hefur auðvitað fundist undanfarin áratugi menn vera að eyða svolítið orkun í annað heldur en lögbundið hlutverk að því menn þurfa alltaf að passa það að þegar við erum að sýsla með fyrir annara þá þurfum við að vanda okkur alveg sérstaklega mikið og það getur bara ekki verið þannig að við getum gert það eftir einhverjum geðþótta. Ef ég ætla að úthluta til einhvers hóps, einhvers hagsmunafélags eða eitthvað, íþróttafélag eitthvað, þá verð ég að fá eitthvað í staðinn. Ég er að kaupa einhverja þjónustu fyrir borgarbúa. Annars ætla ég ekki að deila út fyrir annara. Nei. En ef þú myndi gera skoðanakönnun núna meðal 63 sitjandi þingmanna róttækar breytingar og RÚV, hvernig heldur það myndi fara? Ég held að það muni verða svona 60-40 RÚV í vil. Já, óbreyttu ástandi. Óbreyttu ástand. Og þú gagnrýnir það? Já, ég mænti að við sjálfslega verðum alltaf, við erum alltaf verið taugadar fólki, við erum alltaf eitthvað töðum RÚV. Já, það hefur nú bara verið sagt einhver sjálfstæðismann að þið verið sjálfur ráðað í hvað er ríkisútvarpið fjalla um. Við hefum engan áhuga á því. Þeir pirra okkur auðvitað, en allt í lagi með það, fullt af fjölmiðla, allir fjölmiðla pirra mig. Nei, við hefum reynt margsinnis, bara koma ykkur umræð. Nei, meira að segja framsóknarmenn hafa algjörlega verið erfiðir í þessu. Þannig að við hefum kannski verið með eitthvað 30% fylgi, en svo var það ekki meira. Við erum bara alltaf í minnihluti öllu þessu. Öllu svona sem gerðist, eiginlega nema þegar Ríkisson Davíðs fyrst með Jóni Baldvini og síðan með Halldór Ásgrímssyni, gat farið ýmsa breytingar í samfélaginu, þar sem við segjum bara þetta er ekki hlutverk ríkisins, ekki nútíma samfélagi, kann að vera af einhvern tíma forsendu fyrir viðtækjaverslun ríkisins, en það er ekki lengur, og við trúum því að enga framtaki geti gert betur úr sem ég held að hafi reynst vera þannig og ég held að við þurfum einfallega að allavega, það gæti vel verið að hægt væri á þinginu í dag að menn myndu setjast með eitthvað niður og segja þetta ástand er óeðlilegt, getum við fundið einhverja leið, einhverja millileið, einhvern veginn þannig að við getum tryggt að það sé eðlilega fjölmiðlun og menn séu ekki allir háðir þessu eina fyrirtæki. Menn hljóta geta allavega tekið umræðum. Svo viltu líka stór lækka framlög til stjórnmálaflokka? Já. Á hverju? Eins og fjölmiðlar eru stjórnmálaflokkar mjög mikilvægir í samfélaginu. Það er alveg rétt. En þetta eru samt frjáls félagsamtök. Auðvitað verður að borga rekstur þingflokks útkomin inn á þing. En ég vil allavega hafa þannig að það sé ekki í þessum upphæðum og í þessu fyrirkomulagi dælt út úr ríkissjóði hvað þetta sé 600 milljónir á áskrunni. Þetta eru miklu peningar þó við séum minna heldur en 7 milljarðar þá er þetta miklu peningar en við getum hins vegar ekki gert það ef við bönnum síðan þessu frjálsu félagsamtökum að safna og höfum takmarkanir á því að það getur safnað. Þessi umræða var þetta mjög mikið á sín tíma og þessi breyting verður á þinginu þegar ég er þessi mikla breyting
Og ég var auðvitað þeirra skoðunar, við höfum bara að fá að safna. Nei, menn sögðu það hættulegt lýðræðinu því að sumir flokkar hafa bara fyrirtækina bak við sig og þetta hættulegt lýðræðinu. Þá tekið upp þetta hámark, þá styrkjum, hvað 400 skall eða? Já, 300-400 skall. Og þá segja menn, ok, þá verður ríkissjóður að borga munin á rekstur þessar flokka. En þetta er önnur umræða sem við þurfum að taka alveg sem er RÚV. Eins og við þurfum að taka allt það sem er útgjöld ríkisins til einhverja hópa. Er þetta allt sjálfsagt? Er þetta skil okkur einhverju? Á þetta geta flokkandi bara orðið sterkari ef þau þurfa sjálfur að afla. Nú er þetta með þessi fyrirkominu þá bara fjölgar flokkurum, allir sjá bara tækifæri sem ná sér í pening og ríkissjóði kringum einn mann eða eitt mál. Ég held að þetta sé ekkert hollt lýðræðinu, sko. Nei. Við erum ósammála sitt hvað. Ekki bridge. Ekki bridge. En það er framkvæmd rúvarana líka á yfirburðastöðunni sem þeir eru í sem að ég set mjög stór spurningamerki við. Ég myndi að gera það líka að ég væri fjölmiðlum á einkamiðli. Já. Og þessi yfirburðastað á ákveðin hroki og svona þetta er ótrúlegt ríkisútvarpið með alla sína 10 milljarða. Það er eins og þeir líta á okkur sem keppinaut. Við erum hérna með 3 starfsmenn sem eru að reyna að sjóða saman efni. Við fengum held í 10 milljónir í fjölmiðlastyrk, þeir eru með 10 milljarða. Við erum reyndar með marga 10.000 áhorfenda hlustenda hverju viku, en samt skildi maður ætla ef maður væri í þessu burðarhlutverki fjölmiðlunar í samfélaginu eins og bara njóta þess heiðurs að vera starfsmaður á Ríkisútvarpinu, þá væri ein af skyldum hans að vera duglegir að lyfta öðru framtæki, frjálsu framtæki annarra fjölmiðla og eitthvað svona. Þeir hafa engan áhuga því. Herðu, einu sinni hafa þeir í fréttadeildinni sýnt því áhuga að koma hingað og við heldum þeir ætluðu að fjalla maraþon sem við stóðum fyrir þá. Við unnum heila helgi dag sem nótt til þess að reyna að fá aðeins fleiri áskriftir, bara til þess að halda áfram að koma út frá degi til dags. Það er snúið, sko. Það er erfitt. Og hvað heldur það hafa gert? Þeir þóttust ætla að koma til þess að fjalla þetta maraþon, svo bara í beinni útsendingu þá kemur ljós að þetta er fyrirsátt. Þeir eru að fara að grilla okkar talsmann hér út af einhverjum allt öðrum málum. Og ég vann nógu lengi á Ríkisútvarpinu til þess að geta sagt þér það, Brynjar, að þú getur ekki verið starfsmaður Ríkisútvarpsins, fréttamaður Ríkisútvarpsins og pantað viðtal einhvers staðar í beinni útsendingu fréttatímanum svona, og siglt undir fölsku flaggi. Nei, ég geti bara sagt þér eitt, Björn. Sko, ef þið fengið 10 milljarða þessi stöð hér þá er ég sannfærður það að þið getur gert alveg jafn mikið á RÚV með miklu minni mannskap. Já, RÚV verður að gera betur. RÚV verður bara að gera betur, en þú þarft ekki að gera betur. Það er enginn sem veit þér aðal, það er enginn sem getur hakkað, það er enginn sem getur, þó að menn gagnrýni, það skiptir einhver máli. Þetta umhverfi finnst mér allir að hljóta sjá að gengur ekki til lengdar. Jafnvel þó þau séu bara uppteknir því að verða að vera ríki verða að reka ljóseinkamiðil, þá geta menn samt ekki fallist á það að það sé þetta umhverfi sé allt í lagi í dag. Þá er eitthvað mikið en munum fyrst það. Já. Þau gátu gert kastljósviðtal hlaðvarp Dr. Fútból en þau hafa aldrei sagt frá því að það er komin ný sjónvarpsstöð, dagskrárgerðar stöð sem að hefur haft mikil áhrif í samfélaginu. Það eru nokkur ár síðan og það getur vel verið að umdeilanleikin hafa einhverju leyti sprottið að því að það koma pólitíski peningar frá ríkinu til sósíalistaflokksins og þannig byrjar þetta ævintýri. Sumir hafa sagt þetta er nú meiri djöfu spillingin að það sé bara hægt að búa til fjölmiðil fyrir einhverja peninga frá ríkinu. En ég hugsa að Gunnar Smári myndi sjálfur segja, heyrðu býtu, hvað gerðu þið við peninga? Við bjöggum þó allavega til fjölmiðil og nú er búið að slíta á þessi fjárhagstengsl, það kom ekki lengur inn í peningar gegnum ríkið, þannig að við erum bara að reyna að hvað maður að segja, rýbranda sem Já, það er bara erfitt í þessu umhverju, Já, en þetta er eiginlega alveg með ólíkindum hvað Stóri bróðir sem ætti að vera stór og sterkur
hvað hann fer oft í það að sko líta á litla keppinu eða litla fjölmiðla á einkamarkaði sem ógn. Já, hann á Og sérstaklega ef þeir gagnrýna það. Hann á auðvitað ekki að hugsa þessi einhverja keppir sem hann þarf að jarða, sko. Nei. Og þú getur ég leyft þér það í þessari stöðu sem þeir eru í. Og þeir ættu það bara frekar að segja, við ætlum bara að ýta undir fjölmiðla í landinu, bæta hana og gera hana öflugri, af því við fáum alltaf þessi peninga hérna úr ríkissjóði, en andrúmsloftið þetta er ekki þannig, sko. Nei. Já, það virkar þannig á mér. Já, ég er sammála. Og ég meina, ég auðvitað vil bara sjá öflugan fjölmiðlamarkað eins og í öllu öðru. Og mér er alveg saman menn sé að bladra eitthvað sem ég er fullkomlega ósammála og ég meina, við íhaldsmenn höfum aldrei verið að móti því, við erum bara eiginlega elskum það þegar menn eru sérstaklega mikið vandur með við okkur, sko. Það er fátt betra en grjótörður rökræða, sko. Nei, ég meina, það er það sem maður hefur áhuga á, að geta tekið einhverja rökræðu, því að veist, auðvitað sko stjórnmál og alltaf snýst alltaf að sannfæra fólki í landinu, hvað sé nú best og þú eru þá að fá að vera í rökræðinni, þú þarft að hafa aðgang að þessu öllu saman og miðlarnir eru að gera þetta eins vel og þeir geta, þannig að ég finnst alltaf Jó og Gunna geti tekið einhverja afstöðu, sko. En menn er einhvern veginn bara svona og ég á þetta, ég má þetta, ég get þetta og þú skiptir einhver máli, sko. Og þar auki hefur við meira vit en þú, sko. Ég held að það sé skortur og raunverulegu sjálfstrausti. Ég held að það sé einhver ótti, þetta er einhver sjálfsreitskoðun, þetta er einhver fælni og það er eitthvað að. Eitthvað að innan hans. Það fár sálfræðing til þess að fara yfir þetta, sko. Heyrðu Brynjar, rétt í lokin. Eitt orð Davíð. Hvernig var þér við þegar þú fregnaðir frá Farlands? Ég bara var fyrir talsverðu áfalli því að þetta kom bara óvænt. Við áttum svo sem mikið samskipti við Davíð en við spjöldum þau hittumst. Hann hringdi einu sinni í mig, kom mér óvart og þegar ég ætlaði að hætti í stjórnmálum eftir ég tapaði í prófkjöri í Sjálfstæðisflokks 2021 og ætlaði bara að kveðja að þá sé ég bara, þá hringir Davíð Oddsson. Það bjóra mjög stutt og einfalt. Þú ert ekki að fara að hætta. Og það var með því samtalið nánast lokið við það og ég hætti við að hætta. Þannig að þetta var náttúrulega stórbrotin karakter, sko. Og ég er ekki allir vita allir hvað hann var raunverulega mikil humanisti, sko. Hann mátti nú eiginlega ekkert sjá, sko, í raun. Það var svona kall sem auðvitað tók erfiðar ákvarðanir, því að hann var sannfærður það var réttar þá fyrir heildina. Og alveg tilbúin þau átök, sko. En ef hann sá eitthvað aumt, sko, þá lagði hann mikið á sig til að reyna að greiða götu þeirra. Og ég manti að ég heyrði í honum, sko, þegar hann þetta er einhvern tímann á árunum 80 eitthvað, hann er búin að vera kannski borgarstjóri í 3 eða 4 ár. Það var svona viðtalsþáttur í útvarpi við borgarstjóra, sko, helstu málefni í Reykjavík, sko. Og menn gátu hringt inn og spurt, sko. Hann vissi allt. Hann þekkti hver einustu hraðahindrun. Hver einustu framkvæmd sem var að gera í borginni. Það var algjörlega inn í öllum málum. Og mér skildist að hann var bara með borgarlögmann, borgarverkfræðing og borgarendurskoðandann. Þetta var bara teymið. Það var bara fundir hverju morgni eða einhverja daga vikunar, farið í allt sem var að gera og svo auðvitað bara, já, það þarf að flýta þess, það þarf að framkvæma þetta, það þarf að framkvæma þetta. Framkvæmda maður, hann talaði ekki bara, hann framkvæmdi. Og auðvitað sagði sjálfur, auðvitað þú lítur baka, einhverja ákvarðanir voru kannski ekki réttar, eða ekki það bestu. Það er ekki hægt að taka allar ákvarðanir. Það er ekki allar fullkomnar og stjórnmál verða átt að sjá því. En menn þarf að hafa sjálfstraust og kjarkin. Ef hann vantar, þá gerur ekkert. Alveg sama hvað þú bladrar góða hugmyndafræði, sko. Þess vegna býður þið fram núna? Já, ég er auðvitað þannig, sko, ég get alveg tekið slagi og ef ég kann alveg að hlusta, sko, og ég átti mig alveg á stundum byrja ég einhvers staðar röngum enda, sko, og svo kemur bara einhver gáfaður og segir, ef að hugsa þetta, og þá finn ég bara, ég var á röngustað. Kemur einhver gáfaður? Já, eða einhver sem kannski veit meira, því að sko, við höfum tilhneigingu til þess að hafa einhverja skoðun.
sem auðvitað ekki alltaf ígrunduð. Hún bara tilfinning og svo þarf það að kunna að hlusta. En ef ég komin einhverju niðurstu eftir ígrundað og eftir að tala við marga, þá vil ég framkvæma hana. Og því ég samfæra hún til góðs fyrir okkar samfélagið, okkar sveitafélagið eða bara landið allt. En þú lendir alltaf í einhverju mótvundi eða einhverju mótstöðu út í samfélaginu fyrir öllu. Þá þarf það að hafa kjarkinn og sjálfsveits að framkvæma þetta engu að síður. Þrátt fyrir að garga það. Hann gat það. Og ég held að ég geti það líka. Hann þorði að taka slaginn. Já, ég er búin að taka marga slaginn. Ég fengi alveg yfir mig guðsuna og alls konar svívirðingar. Hagga mér eiginlega ekki, sko. En ef þú ætlar að vera í stjórnmálum, þá gerur ekki gagn að hafa sjálfstjórn og kjark. Einmitt. Og þeir má ekki vera sama. Og þú verður að hafa hugur ekki til þess að standa fyrir umdeildum ákvörðunum. Nákvæmlega. Annars kemur það bara í baki seinna. Og ég hef alltaf sagt, þeir stjórnmálamenn sem eru tilbúin að taka þessi erfiðu, en svona flestir vita að þau séu nauðsynlegar ákvarðanir og fá yfir sig bara mikla óánægju og þeir eru kannski bara kosnir út næst. Þá segir ég, ok, þú gerði gagn. Þú náðu þó að gera gagn, þó að fyrirlin hafi verið stuttur. Hressandi að spjalla við Brynjar Níelsson, takk fyrir komuna. Takk sem leiðis. Og áfram göngu við göttuna, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.